Einn, tveir. Já, bara einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir. Og einn og tveir og einn og tveir og einn, tveir. Já, góðan daginn, áhorfendur góðir. Velkomin í Íþróttahúsið á Vesturgötu. Einn, tveir. Halló. Takk fyrir bara þjóðan hérna. Það var ekki tekið á okkur. Tekið á okkur? YouTube-blokkar á það. Já, ég skil þig. Halló, einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir. Halló, einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir. Þetta er
Gott kvöld, góðir hálsar og velkomin í beina útsettingu frá leik IA og Hamars í fyrstu deild karla í körfuknattleik. Við erum hér á IA TV í samstarfi við Omnis sem endranær. Sá hér talar heitir Kristján Gauti Karlsson og kameramaður er Arnar Óðinn Arþórsson. Hamarsmenn skoruðu fyrstu stigið í leiknum og Skagamenn leika hér sín í millum. Jón Frímanns með hyggulega hreyfingu. Jafna metin í 2-2 þegar þessi leikur er rétt að skríða af stað. Hér reyna gestirnir skot sem að hittir ekki og Skagamenn keyra upp í hraðablöp. Jón Frímanns fer undir og upp en hittir ekki. Hér sækja gestirnir en Skagamenn standa sína plikt. En svo við förum nú kannski yfir liðin. Þá er inn á fyrir IA er leikmaður nummer 2. Það er Jón Frímanns. Kasper Serepa er nummer 6, Sindri Levi nummer 12, Sigursteinn nummer 10 og Jón Orri Kristjánsson nummer 14. Hjá Hamri er það Julian Nelson nummer 5, Jón Ardónur nummer 7, Þorgeir Freyr nummer 9, Ísak er leikmaður nummer 13 og nummer 14 er Smári Hrafnsson. Þarna munnaði litla Sindri misti boltan eftir að hafa driplað, sýndist mér í fótinn á sér en náðu að bjarga þessu. Hérna lesa hann þetta Jón. Menn komast ekkert upp með að kasta svona yfir stóra mannin. Vel gert þarna hjá Jóni Frí. 2 stig. Ekki gefast upp og Jón Frímannsson þar með bæði með hæsta stigaskori í leiknum og hæsta aldurinn inn á vellinum. Hér stilla gestirnir upp í 3 stiga skot en hitt ekki. Þá er Smári Hrafnsson hér ágengur við Sindra og Júlían stelur boltanum og það er auðveld 2 stig. Kasper kemur með boltan og finnur Sigursteinn og hann bara var þarna opinn en já, galopið. Óheppinn Sigursteinn þarna þetta fjall ekki með honum. Hér leikaðir. Þetta er nú svona frekar stíft allt saman. Og Júlían fer upp í 3 stiga skot sem hittir ekki en hirðir boltan. Hirðir hann á Sindra og finnur hann Ísak galopinn í horninu en hann steig út af. Og þá koma Skagamenn, það er Kasper sem kemur með boltan og sækir Vill og Þorgeir. Fyrsta villan í leiknum. Þetta er mikil tímamót. Sindri fær skrín og Kasper sækir hérna miðju en bakkött þarna fínt en náðu ekki að gera sér mat úr þessu og skotklukkan rennur út. Kom smá fát á strákana þarna en þetta svona gerist. Smári og kerrir inn að körfunni og þeir spila hér sín á milli hvergeringar og bara galopinn þristur en hann er aðeins og langur. Skagamenn í hraðablöp. Fínt frákast þarna hjá Jón Orra. Þægileg stig þarna.
Hér kemst hann alla leið á bakvið hann Jón Arnór. Þarna hefðu skapiltar eflaust geta verið aðeins grimmari á móti þessu dræfi. Sindri keyrir alla leið. Hendir þessu onni. Koma þeir hérna og fara aftur á bakvið vörnina og jafna í 8-8. Það er ekki sérstaklega hratt tempo hér í upphafi leiks. En hér driblar Sindri á fótinn á sér og þeir fara í lay-up. Það var Jón Arnór sem að skoraði. Og hér stelur Jón Arnór boltanum af Kasper og hittir ekki. Frákastið er þetta Skagamenn eða þennan bolta. Leikli á gólfinu. Og við förum í... Ég ætla að fá mig kaffi og hérna... þarf að segja ekki að ná í kaffi. Ég er með kaffi en... Ég ætla kannski að fá mér sopa þangað til leikurinn hefst aftur. Jæja, þá er liðið og Jón Orri er hérna að pointa, koma upp með boltan. Pálmi er komin inn á í liði Skagamanna fyrir Sindra sýnist mér. Hann lyftir sér upp í 3 stiga skot en hittir ekki. Það var svona ekki nógu gott skot. Og hér komast þeir alla leið upp á körfunni Hvergerðingar. Skagamenn. Það var fínt dræð þarna hjá Kasper en hann vildi nú minna að það eru brotið á sér. Ég er ekki... Það hefði nú líklega verið fyrir litlar sakir að það hefði verið flauta á þetta. Og hérna Júlían galopinn í horninu en hittir ekki og Jón Orri eltir þetta frákast. Það er að bjarga þessu flott sendingin á Sigurstein. Þarna, hann tókst ekki að lauma honum þarna í spjaldið onni og Júlían í lay-up. Hvað er hann að dæma hér? Ég verð að viðurkenna að ég þekki ekki þessar bendingar nú vel. En Siggi Rúnar er að koma hérna inn á fyrir Jón Orra í liði Skagamanna. Gestirnir frá Hveragerði hafa nú sem komast hér alla leið og fá vítaskot að auki. Það er Róni. Hvergerðingar hafa gert breytingar á sínu liði einnig en ég reiði mig í þessari útsendingu á livestati á FIBA þar sem að Jón fer hér í huggulega körfu en ég er að reiði mig á livestatið af því að
þegar ég fór og kíkti á leikskýrslun áðan þá var engu líkar en þetta væri bara læknaskýrsla, það var ógerningur með öllu að lesa þetta þó ekki skorti viljan. Og því hérna byrst ég bara velvirðingar á því að nöfnin komi ekki kannski inn 1-2 og bingo á þeim leikmönnum sem er á vellinum. Siggi sækir villu. Hér þegar að Gabriel og Stefán eru nú komnir inn í lið Skagamanna. Siggi Rúnar keyrir að körfunni en hittir ekki. Gabriel er nummer 1 og Stefán er nummer 0 að amerískum sið. Hér koma Hamarsmenn upp völlin og Julian leikur þarna á fyrir illa með og þannig að leika er huggulega sín á milli leyfi ég mér að segja. Gestirnir frá Hveragerði skora býsna laglega körfu. Stefán og Gabriel og Julian stelur boltanum af Gabriel, fer alla leið og í mjút layup. Það er aðeins hérna aðeins keyptu praðan gestirnir frá Hveragerði. Hér missir Stefán boltan út af, það er undir pressu þarna. Jón Þór skammar Skagamenn fyrir að bjóða sig ekki þegar maður með boltan er komin í vandræði. Hér matlaði boltanum sín á milli og Julian fyrir upp í langan tvist en hirði frákastið sjálfur og fer bara alla leið í layup. Það hérna þetta er mjög auðvelt núna þessa stundina fyrir gestina. Gabriel er lágt skot en gal opið óöppina þetta datt ekki. Hér missa Hamarsmenn boltan. Siggi Rúnar bara eins og eldi brandur alla leiðin en náði ekki að gera sér mat úr þessu. Gal opið skot fyrir utan og ekkert nema net. Pálmi í horninu, Skagamenn finnur Sigga upp á lyklinum, hann fer í spjaldið og af og kasta boltanum að misti þarna einbindninguna örstutta stund og boltinn fer út á. Koma Skagamenn þar hálf mínúta eftir að fyrsta leikluta og kasta boltanum líka út af. Þetta var dálítið svona glannaleg sending. Nú munar það bil 2,5 sekúndur á skotklukku og leikklukku og þeir fara bara inn í tegin og sækja vítaskot. Það er Dóvíta sem er á leiðin á línuna. Það er örugt víti hjá Dóvítasi. Og það seinna ekki síður. 16 sekúndur á klukkunni, þar til fyrsti leikhluti er liðinn. Kasper kemur upp með boltan. Nú þarf einhver að
að bjóða sig. Og Pálmi kláraði þetta en erfitt skot og þar með rennur fyrsti leikluti út sitt skeið á enda. Hamar leiðir með óþægilega miklu mun, 28 stig gegn aðeins 10 stigum Skagamanna. Það hefur gengið á ýmsu í liði Skagamanna, þar að segja aðalega hvað varðar leikmannamál í vetur. Þetta tímabil ætlar að verða hinn mesta þrautaganga. Nú síðast hvarf Markus Dúberi á braut en hann kom inn í liðið í stað þegar Derek Sjás meiddist og þurfti að hætta. Markus hefur ekki leikið með liði Skagamanna síðan á Ísafirði hér daginn. Þarna er hugguleg karfa hjá Skagamönnum. Það Friðrik Jóhannsson sem setti hana niður, nýkominn inn á. Og hér stela Skagamenn boltanum. Það Gabriel sem keyrir hér bara alla leið. Óheppinn þarna Gabriel. En þá eru það gestirnir sem að setja sín fyrstu stig í öðrum leikluta. Jón Orri niður á póstinum, sækir vítaskot. Ætlaði þarna undir handlegginn á Dovítasi, var það ekki, sýndist mér. Fyrir að vítið Jóni, skopar af hringnum í spjaldið og niður. Setna vítið fyrir sömu leið, þar að segja Óni. Til að það boltan ganga sín í millum hvergeringar og finna opið skot fyrir utan, en það er úr stutt, en hins vegar taka þér frákvæmst til sjálfur. Friðrik þarna slær til boltans og gerist brotlegur, viðurkennir brot sitt. Julian kemst þarna nokkuð auðveldlega alla leið og Siggi brýtur á honum. Hann er hissa. En Julian er á leiðin á vítalínuna. Ekki að spyrja því. Bæði vítin fóru niður. Hér er dálítið vandræðagangur á Skagamönnum. Friðrik kemur hér og finnur Sigga undir körfunni, en hann er ekki að klára þetta. Þá koma hvergeringar upp og þetta enda bara í galop með 3 stiga skoti. En skopar af og Siggi tekur frákastið og Friðrik
Keri hér upp völlin fyrir langan tvist og svissar honum. Hérna komast þeir alla leið og það er alltaf maður mættur til að fá boltan og skora auðvelda körfu. Að gera Hamararnir breytingu á sínu liði. Smári, Jón Arnór og Þorgeir koma inn á. En hjá Skagamönnum það Friðrik, Sindri Levi, Gabriel, Siggi Rúnar og Jón Orri og þarna svona hefði Sindri ekki þurft að brjóta. Ósáttur í sjálfa sig þarna strákurinn. Já, Julian Nelson á vítalínni klikkar ekki þar. Og Jón Frímanns kom inn aftur inn á fyrir Sigga Rúnar. Friðrik kemur hér upp völlin með boltan fyrir Skagamenn, missir hann frá sér og nær að bjarga þessu. Jón Orri finnur Sindra í horninu og heppinn, en Jón Frímannsson hirðir frákastið og skorar. Það fara þær hér alla leið og sækja sér vítaskot og Jón Arnór sem gerði það. Tók þarna nokkra nettar gappreifingar og er á leiðin á línuna. Bintoni. Og seinna viti fer sömu leið. Stelaði boltanum hér Hvergerðingar og skora 2 stig til viðbótar. Skagamenn koma hér upp, Jón Frímannsson, Friðrik og niður á Jón Orra. Láta þær boltan ganga sín á milli og Sindri upp í 3 stiga skot, hittir ekki en þeir ná að taka frákastiði og þá fer bara Friðrik alla leið, allar þarna undir. Hér hafa dómararnir tekið eftir því að vallarklukkan, þar að segja stigataflan á vellinum er röng, en eins og glöggir áhorfendur IA-TV sjá þá er stigatablan hér á IA-TV alveg korrétt. Þetta er eitt af því. Þetta er eitt af því sem að við gerum einfallega betur. Þó ég leyfi mér að hæla okkur dálítið. En nú það hér koma Hvergerðingar með kjörísmerki framan á bolnum. Julian. Já, það fer hér alla leið og ætlaði líklega heyrðist þarna mikið garg, ég veit ekki hver gargaði, en það var allavega Jón Frímannsson sem fekk ruðning á Julian. Að því að ég best veit hans fyrsta villa í leiknum. Þarna sjáum við unga og efnilega menn á rítaraborðinu. Friðrik kemur upp með boltan fyrir Skagan. Hér á Jón Frímannsson sem að
Það er hugguleg hreyfing á Jóni. Þetta var rosalega skemmtilegt. En þetta er allt svona galopin en loftbolti. Það er Jón Frímann sem missir einbeitinguna aðeins en nær að stela honum aftur. Kemur boltanum á Friðrik sem að sækir að Smára. Hvað? Hann ætlar að... Það er maður að skrifa á hana því að hann hérna tók boltana meðan hann rúlaði á gólfinu. Og þá er leikli á vellinum. Staðan er 41-20. Hamar er yfir. Þegar að 5 mínútur og 21 sekundur betur standa á klukkunni. Skagamenn eitthvað að fara yfir málin. Jón Þór að teikna upp eitthvað kerfi. Þá skal leikurinn hefjast á nýju og gerir það. Hvergir engar hafa gert breytingu á sínu liði. Larry Thomas er komin inn á fyrir, sýndist mér, Julian Nelson. Og leikaði sín í millum og fín vörn þarna hjá Friðrik, hann las sendingunum þarna. Að öðru leyti sýnist mér lið Hamars vera óbreytt. Villa dæmt þarna á Friðrik þar sem að Jón Arnór sótt að körfunni. Það er skotréttur og eða hvað? Fyrir að hvorugt víti ofan í og boltinn lífur ekki, segja þær. Friðrik lyftir sér þarna full bjartsýnn þarna, ætla upp í þetta skot undir mikill pressu. Jón Arnór leikur sig aðeins með boltanum, finnur Smára galopin fyrir utan. Hann hittir ekki. En Larry tekur frákasti, kastar boltanum út af. Gera Skagamenn breytingu. Jón Orri og Friðrik fara út af. Siggi Rúnar og Kasper kom inn á. Hér missa, nei, brot. Sindri Levi, Kasper, Sigursteinn, Siggi Rúnar og Jón Frímanns eru inn á í liði Skagamanna. Jón Frímanns snýr hér. Nei. Þetta skilur hann ekki og ég furða mig á þessu sömuleiðis. Hvergeringar koma hér upp með boltan. Jón Arnór kominn bara þarna, fer bara í krók. Lét hann svona standandi krók eiginlega og skora 43. stig gestana.
Og hér dribblar Kasper sig í vandræði og Smári stelur boltanum. Larry í auðvelt leiðuppin hittir ekki kærulaus en hann fær nær að taka frákastið og smetla boltanum honi. Fullur auðsynlegt hjá Skagapiltum. Jón Frímann snýr hér og finnur Sindra galopinn í horninu. Hann hefði nú líklega getað tekið skotið þarna. Jón keyrir þá hér að körfunni og Hvergerðingar ná honum og skora bara nokkuð þægilegt hraðupphlaups stig. Sindri í vesenni að þarna kæruleysislega sendi ekki á Kasper en Jón Orri fer bara alla leið með svona fake behind the back sendingu eða aftur fyrir bak svona gap sendingu. Þarna var Sindri nú með Sigurstein alveg svoleiðis öskrandi frían í horninu og hefði betur látið hann fá boltan. Smári galopinn í þrist en óheppinn að þetta var ekki niður. Fyrir Jón Frímanns, hann að júrósteppa en þessi hreyfing var lesin og var það ekki. Og enn hittir Smári ekki úr galopnum skotum, hann óheppinn með skotin sín í kvöld á Smári. Það eru gerðar breytingar hér á báðum liðum og Hermanns að koma inn á völlinn. Tvær og 20 eftir að fyrri hálfleik og þegar, þarna lenti Kasper í vandræðum og ætlaði að redda sér með því að grýta boltanum í andstæðinginn og þaðan út af en hann náði því ekki. Nú, hér fara þeir í spjaldið og Siggi blakar þessu bara á Friðrik. Sigursteinn fær skrín frá Sigga og Siggi þarna með helviti klukkan að renna sitt skeið og Friðrik fer í frekar erfitt skot sem úr stutt. Larry og opið 3 stiga skot en hittir ekki. Óheppinn þarna. Jæja, Skagamenn með fótboltann. Mér sýndist þetta reyndar fara af Siggarúnar en við tökum þetta? Nei. Tökum þetta ekki því að Hvergerðingar, þeir taka þetta. Larry lyftir sér upp á bak við skrínið en hittir ekki en þeir hirða frákastið. Og það var Dóítar sem gerði það og smelti boltanum með öllu honni. Friðrik dribblar hér fyrir aftan bak og Skagamenn erfið sending þarna. Sigursteini voru kannski alveg að lesa hvern annan þarna, Sigursteinn og Jón Orri. Lítið eftir að fyrri hálfleik 50 sekúndur. Hér látaði bolta ganga. Það bara að fara upp í 3 stiga skot og það hittir ekki að Larry rífur þetta frákast niður, stekkur hátt og þeir fá nýja sókn. Þarna stelur Jón Orri boltanum, vel gert hjá Jóni. Friðrik kemur upp með hann. Það fer bara í spjaldið honni, mjúkur þarna. Það bara tæpar 2 sekúndur sýnist mér sem skilja leikklukku og skotklukku, þannig að við fáum væntanlega bara eitt lokaskot frá Hamri og áður en að hálfleikurinn líður. Þannig að leikur að fer hann alla leið, móka boltanum svona undir og hittir ekki en
Fyrir hálfleikur er liðin og við ætlum að fá okkur hér smá bita. Hér kom Hannibal Hauksson, allt múlíkt mann hér hjá Körfuknattleiksfélaginu með rjúkandi pitsur og við hér í IATV krúinu ætlum að tróða okkur út í hálfleik. Við sjáumst á eftir.
Við byrjumst vel, ég held að hér koma Hamarsmenn upp í hraðaupplaup og ég held að hljóðið sér komið í lag núna. Við byrjumst vel yfiringa á því ef að var einhvað hljóðleysi hér áðan og einhverjar vandræðilegar þagnir vegna þess að meðan við reyndum að finna út úr þessu hér. Útsendingarstjórnin og útsendingin er fámenn en þeim mun betur mönnuð. Hér er Jón Orri að taka frákast og Skagamenn koma upp í sókn. Ef við rennum yfir liðin þá er lið Skagamanna þannig skipað að Sindri Levi nr. 12, Sigursteinn nr. 10, Jón Orri nr. 14, Jón Frímannsson er nr. 2 og Kasper Sareba nr. 6. Hvergerðingar eru númer 5 Julian Nelson, númer 14 er Smári Hrafnsson, númer 7 er Jón Arnór, númer 9 er það Þorgeir og sá sem hér tekur skot númer 13 er Ísak Sigurvinsson. Skagamenn hugulega sókn og ágætis hraðaupplaup eftir eru lengi að koma sér tilbaka gestinni frá Hveragerði. Nú fara þeir í pick and roll og að brotið að villa á Sigursteinn finnst mér. Skagamenn gera breytingu á liðinu. Sigurður Rúnar kemur inn á fyrir Jón Orra. En lið Hveragerðinga óbreytt og Jón Frímannsson að stela boltanum og reyna að bjarga honum þarna en hann fór nú bara alla leið út af og hér í átta að sjónvarsboxinu við Hamarsmenn kasta boltanum inn og það er Jón Arnór út og það er fór galopi skot og hann svona treður þessu hann Þorgeir nær ekki að snerta hringir. Þetta var ömurlegt öskraði liðsfélagar hans á bekknum. Sindri Levi upp í galopið þrist. Smelti það svona í strákurinn. Ekkert annað en að taka skotin þegar þau gefast. Smári var að smetla þriggja skotin niður. Hann var ekki nú heppinn með skotið sitt í fyrri hálfleik en er hér að komast á blaði þeim síðari. Sigursteinn, Kasper vill á Júlían. Nú, þá skipta Hveragerðingar bara öllu liðinu út af. Skagamenn eru heldur hófstilltari í sínum mannabreytingum. Jón Frímannsson fer af velli fyrir Pálma. En núna eru þá inn á fyrir herðu Sindri að smetla öðrum þrist. Larry er nummer 10 í liði Hamars. Nummer 12 er Oddur. Davidas er nummer 8. Mikael er nummer 15 og
Númer 12, nei, afsakið, númer 11 er Kristján. Kristinn, afsakið, Kristinn. Dóitas er stendur á vítalínu og Bjössi undir að taka víti sem hann setur onni. Seinna víti fyrir Raklest. Sömu leið og Skagamenn snúa vörn í sókn. Kasper hafnar skríninu frá Sigga og finnur Pálma. Siggi er upp á olnboganum, snýr sér en náðu þessu og Larry skorar auðveld stig úr hraðaupplaufinu. Siggi uppi á topp. Gabriel er komin inn á lið Skagamanna. Gleymdi að geta þess á hann. Pálmi snýr þarna í tegnum og setur mjúkt skot ofan í. Þessi hugguleg sókn þarna hjá Hvörgeringu sem endar með því að Oddur skora 2 stig. Hér er munaði litla er ná að stela boltanum. Sindri á Kasper. Það var að kasta þessu líklega. Skollklukkan var í þar myndi að renna út. Bjartýni sending þarna. Já, Hvörgeringum Kjörís bolti sem að fær bara út af. Og þá er leikli á gólfinu. Við komum aftur eftir örstuðastund. Jæja, Friðrik og nummer 20 og Stefán nummer 0 eru komin inn á í lið Skagamanna. Hér missir Siggi Rúnar boltan. Það aðstoð hann upp. Hvörgeringar, fallið það þeim. Við hjónum ekki eftir í hvort að Hamarsmenn gerir breytingu en mér sýnist ekki. Hér er Dóitasa. Skora 2 stig. Friðrik Pálma í horninu. Aðeins of mikið á þessum. Hvörgeringar í hraðaupplauf, Larry í horninu, 3 stiga skot og það var ekki nema net. 79 stig á Hvörgeringar en Skagamenn 36. Stefán, þetta var lesið hjá þeim. Lásan þarna á Stefán brýtur af sér. Þá leika þeir hér sín á millum. Þeir bláklæddu gestinni frá Hveragerði. En Skagamenn stela boltanum. Siggi Rúnar gera það og þeir keyra hérna upp í hraðaupplauf. Nú ekki alveg
Friðrik hefði mátt ígrunda þessa sendingu lítið betur. Sending fyrir aftan bak út í hornið en langt þryggjastega skot sem er bara beint onni. Og Mikael sem að setti þennan trist. Pálmiðin á Sigga. Stefán. Friðrik, hann. Og nú er þeir að skjóta. Skagamenn. Þarna stóðu Hveragerðingar vörnina. Skotklukkan rann út. Larry hittir ekki úr sínu skoti. Stefán Kaprasíus með frákastið. Þarna alveg lesinn þessi sending líka á Gabriel og þeir fara alla leið. Hveragerðingarnir. Var það ekki aftur Mikael sem skoraði? En stelaðir boltanum. Hamarsmenn hitta ekki. Larry tekur þetta frákast. Opið þryggjastega skot sem fer af. Siggi er sterkara þarna í frákastabaráttunni. Friðrik finnur hér Pálma og leit þarna Siggi. Þetta var bara prýðilega leyst hjá Skagamönnum. Hér keyrir Larry inn á körfuna og dömpar boltanum svona huggulega á Dóita sem að skorar. Og það var leikhlé. Við komum aftur eftir. Nei, afsakið. Leikhlutinn á enda, fyrirgefið. Þegar við höldum inn í fjórða og síðasta leikluta þessa leiks, þá er staðan 86-38 og það eru Hveragerðingar sem eru yfir. Leikurinn er hafinn og hann er Sindri með boltan fyrir Skagamenn, gefur á Gabriel. Friðrik, þeir stilla upp í kerfi og henda boltanum út. Þetta endar á fín hreyfing hérna hjá Pálma Ák, vel gert. Flott dræf og bolti látið ganga og biðið eftir besta skotinu. Þarna Julian Nelson kominn inn á og fær Pálma til þess að stökka upp í lofti. Sindri finnur Friðrik. Hann fer upp í langan tvist. Og það er ekkert nema net. Julian. Þarna stærst Sindri að stela boltanum. Fer bara alla leið. Fær, munaði litlu þarna. En hann er á leiðin á vítalínuna. Vel gert hjá Sindra.
Kristinn kemur inn á í liði Hammars og þá er það auk hans er Þorgeir númer 9, Jón Arnór númer 7, númer 5 er Julian Nelson, númer 8 er Dovidas. Lið Skagamanna er þannig skipað að númer 12 er Sindri Levi sem tekur þetta frákast. Númer 1 er Gabriel, númer 20 er Friðrik, Pálmi er númer 33 og Jónar Kristjánsson er númer 14. Huggulegt hérna hjá Jónar en Júlían er að vera skotið frá Pálma. Ekkert komið úr þessu og Skagamenn gera breytingu á sínu liði. Pálmi fyrir að velli í stað Kaspers. Já, þá getur leikurinn hafist að nýju. Jón Orri og Finnur Friðrik, hugguleg sókn þetta. Jón Orri að næla sér þarna í þægilega stóðsendingu og svo varið skot! Þetta var fullorðins. Ég finn að ná að taka innkasti bara beint undir körfuna og skora. Það kann nú ekki góðri lukk að stýra. Kasper upp með boltan, finnur Sindra. Friðrik dansar hér aðeins niður á Jón sem heitir ekki aðeins og mikil enska á þessum. Hammar á boltan. Það er Jón Arnór sem kemur upp með hann og fer alla leið og með skemmtileg tilþrif og þeir fara í opið skot fyrir utan þriggjastigalínuna sem að Kristinn setur bara beint onni. Gabriel finnur Sindra í horninu, opinn, hittir ekki aðeins og stuttur. Þá koma Hvergerðingar. Þeir fara í opið skot í horninu og hitta ekki. Jón Orri blakar þessu til sín. Og Friðrik fer bara hér alla leið og það er Hlynur sem er nefndur brotlegur í liði Hvergerðinga. Það var Gabriel og Jónar á velli í liði Skagamanna og inn á koma Siggi Rúnar og Sigursteinn. SN2. Friðrik huggulegur en óheppinn. Og Jón Arnór alla leið fyrir Hvergerðinga. Sindri snýr af sér varnarmenn og gal opið þriggjastiga skot en Friðrik hittir ekki. Þetta er alltaf að fara í einhverja alley-oop ævintýri. Ég veit nú ekki með það en þá er staðinn opið þriggjastiga skot sem er hitt ekki úr og hér er Friðrik að koma bara alla leið og leggja huggulegt layup á töfluna.
Það er ekkert nema loft á þessum bolta frá Hlynni. Leiklið þeirra rétt tæpar 6 mínútur eftir af leiknum. Forusta Hvergerðinga er stór. Þeir leiða með 95 stigum gegn 48. Heyrust aftur eftir nokkrar sekundur. Leikurinn er hafinn að nýju. Við fengum þannig að góða sippu frá þjálfara Hvergerðinga. Hann er með tyggjó, ég held að það ekki farið fram hjá neinum. Skagamenn kasta hér í boltanum. Kasper bara beint í jumper en hittir ekki. Hér standa þeir ágætlega í vörninni en finna lausa mannin og setja niður 3 stiga skot úr horninu. Þannig eru kærulausir Skagastrákarnir. Brjóta og ekkert við þess að segja, þetta er bara pjúra víti. Eitthvað virðist ég hafa verið að rugla með stigaskorið en ég tekkaði nú samt alltaf á töflunni í húsinu og hún var líka villust. Það er verið að breyta henni hérna trekk en staðan er núna 47-97 og það er Hamar sem er yfir. Það er Jón Arnar á vítalínunni og er að bæta við 1 stigi fyrir gestina. Og öðru til viðbótar. Það fyrir síðan bara velli og í staðinn kemur Mikael inn á. Skagamanna er þannig skipað Kasper er númer 6, Jón Frímannsson númer 2, Sigurður Rúnar númer 17, Sigursteinn er númer 10 og svo er Jón K. Traustason kominn inn á númer 5 í fyrsta sinni í leiknum með mér skjátlast ekki. Larry upp í 3 stiga skot, hittir ekki. Jón Frímannsson rífur þetta frákast niður og það voru grimmir þarna Hvergerðingar, munaði litla að stela boltanum. Sigursteinn fer hér upp á endalínu og í layupin aðeins og ákveðin þarna. 3 stiga skot úr hraðaplöfi. Þetta er körfuboltinn. Og hér brjóta þeir á Kasper. Ráða er eitthvað ráðum sínu dómararnir. Jón K. tekur kastið Kasper. Þarna hefði hann ekki átt að grípa boltan, heldur bara að halda áfram. Í staðinn fá þeir layup hinum einn á vellinum Hvergerðingar og þeir eru komnir búin að rjúa 100 stiga múrinn. Þeir eru að tapa 4 mínútur eftir. Jón K. að láta
að stela þarna sér boltanum, ekki góð sending. Og hinum megin þá það Mikael, sýndist mér það ekki, sem setti 2 púnta á töfluna. Kasper sækir villu. 4. liðsvillan á Hamar og við sjáum, þetta fyrir nú valla mikið í einhverja vítasýningu. Kasper of brattur þarna á fyrra vítinu. Takaðu litið af þessu og þá ætti þetta að renna ljúflega niður og gerir það. Mikael þarna, Dóvidas og Larry, þeir láta boltan ganga prýðilega sín á milli og skora síðan eftir gott drive úr horninu. Það var leikmaður nummer 4 sem gerði það, Karl Kristjánsson. Og hinum megin það Siggi sem að dræfar, svarar þessum mynd. Hér er þetta bara step back hjá Smára, hittir ekki og Sigursteinn kemur upp með boltan. Það er fín, vel gert þarna hjá Sigursteini. Villa dæmt. Stefán Kaprasíus Garðarsson kemur inn á fyrir Jón Frímannsson. Allir klára ekki leikinn hér, Sigursteinn, Stefán, Siggi, Jón T og Kasper eða hvað? Fyrir að viti á Sigursteini fór niður en það seinna skoppar upp úr. Skagamenn vildi nú minna þarna eftir boltan og kann að vera að þeir hafi einhvað til síns máls, en það hefur nú kannski ekki áhrif á úrslit leiksins. Smári keyrir inn að körfunni, finnur Dóvita sem hittir ekki en hirðir frákastið og skorar. Skagamenn láta boltan ganga. Kastar aðeins sína í millum. Þetta er nú svona hálfstyrt og nú þarf Stelar, Larry stelur bara boltanum. Þarf hann að stoppa og fara í? Nei. Finnur Smára galopinn í horninu, skotæfing og beint onni. Kallar á hornakerfið. Skagamenn, Sigursteinn fer boltan inn á Sigga, hann bakkar á Smára, hann er töluvert svona stærri en það fær síðan bara það er villu. Og það er óíþróttamannslega villu á Smára. Þetta er, já, þjálfari Hveragerðinga hefur nú eftirlit lengur til síns máls. Þetta kannski ekki mikla sakir til að fá sér óíþróttamannslega villu. En Skagamenn fá boltan sem sagt aftur. Friðrik er komin inn á og stýrir hér leiknum. Pálmi er komin inn á einnig. En það verður inn á Jón T og Stefán á samt Sigga Rúnari. Jón fer hér í Pálma, hann senda þér sín á milli. Friðrik nálægt körfunni. Siggi spjaldið og óöppin þarna Sigurður.
Hér næran en á frákastinu, eigin frákasti Kurgeringar en kasta boltan svo frá sér. Það er innan við mínútu eftir og Friðrik dansar hér aðeins með knöttin og fer í huggulegt skot. Teardrop eins og þeir kalla þetta í Bandaríkjunum. Við leitum henni að góðri íslenski þýðingu, kannski morgundögg. En Hveragerðingar skoruðu 2 stig, svöruðu með eigin layupi. Og hér missir Pálmi boltan út af 20 sekundur eftir og þar með rennur leikurinn líklega bara út í sandin. Ég hugsa, mér sýnist á öllu að þeir ætli bara að dribbla út. Já, lokatölu leiksins verða 112-54. Stór sigur Hamars er staðreynd. Skagamenn sitja en án stiga á botni deildarinnar. Þeir ríða ekki feitum hesti hér frá þessari viðureign, en svona ef við förum hérna yfir svona einhverja smá tölfræði þá getum við séð það að stiga hæstir eru Friðrik í liði Skagamanna með 14 stig, síðan er Sindri Leifur með 12, Jón Frímanns með 10, Siggi Rúnar 5 og Pálmi með 4, en Dóvidas er stigahæstur í liði Hamars með 26 stig, Jón Arnór með 19 og Julian Nelson 15 og sömuleiðis skoraði Larry 15 stig, Smári Hrafnsson með 11. Og þegar það kemur að öðrum tölfræði þáttum eins og fráköstum, þá kemur nú óvart að Sindri Leifur er frákastahæstur í liði Skagamanna ásamt Jóni Óra með 7 fráköst og það er líklega álíka mikið og 20 sentimetra sem munar á þeim. Þannig að vel að verki staðið hjá Sindra að rífa niður jafn mikið af fráköstum á Jón Óri. Siggi Rúnar með 6 en Larry er frákastahæstur í liði Hamars með 9, svo Dóvidas með 8 og Jón Arnór 5. Nú, næsti leikur í er 15. febrúar og það er gegn liði Gnúpverja í Kórnum, en næsti leikur hér heima á Vesturgötunni er leikur gegn Skallagrimi 18. febrúar næstkomandi og hann verður að sjálfsögðu í beinni hér á IA TV. Við þökkum fyrir okkur í kvöld. Ég heiti Kristján Gauti og Arnar Óðinn er hér á kamerunni. Þetta var IA TV í samstarfi Omnis. Sæla sinni.